Horfurnar í ferðaþjónustunni eru til langs tíma alveg frábærar. Við eigum hérna stórkostlegt land og frábæra vöru, en við stöndum núna á vissum krossgötum. Það er að hægja á umfanginu og þetta fór að gerast í rauninni 2016 þegar krónan fór að styrkjast. Ég meta svona að það séu jákvæðar en það eru auðvitað blikur á lofti núna þessa stundina og svona maður hefur áhyggjur af þessum væntingum sem að launþegasamtök eru að setja fram þessa dagana og nú maður hefði getað sagt gengismálin en eitthvað hefur krónan verið að síga þannig að það er ekki eins dýrt og var fyrir erlenda aðila að koma hingað. Við horfum á ferðaþjónustuna á Íslandi í samræmi við ferðaþjónustu annar staðar í heiminum sem vex meðaltali 5% á ári búið að gera síðustu 50 ár og mun öllu getum halda áfram að gera allavega eru spátnar það og við höldum að ferðaþjónustuna á Íslandi muni færast í það horf að vaxa nálægt þeirri kúrfu í kringu 5% til lengri tíma. Ég er mjög bjartsýn á ferðaþjónustuna. Það er í sjálfu sér stór áskorun að reka ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi vegna þess að rekstrarumhverfi hérna er mjög óstöðugt og það eru náttúrulega breytingar í gengisbreytingar fyrst og fremst og síðan eru við náttúrulega með mjög háan launakostnað og það er óvissa núna varðandi kjarasamninga eins og allir vita. Ég hef áhyggjur af því þegar ef að það er meiningin að fara hér í 40% launahækkanir á næstu 3 árum og síðan erum við búin að ganga í gegnum að ég veit að til dæmis bara laun hér hafa verið að hækka töluvert núna á undanförnum 3 árum. Og síðan er kannski stærsta áskorun okkar, hún er svo að vernda náttúruna vegna þess að náttúran er auðlindin okkar og ef okkur tekst ekki að halda henni í horfi þá getum við bara lokað búðinni. Og ég held að við þurfum að fara að gera okkur grein fyrir því hvað viljum við marga? Viljum við fá 5 milljónir eða erum við að verða södd, er þetta 3 milljónir sem er rétt að tala eða hvað? En auðvitað er þetta gríðarlegt verkefni og ég horfi mjög til sterks ferðamálaráðuneytis til þess að taka það verkefni að sér. Það vantar í rauninni langtíma hugsun og langtíma stefnu fyrir ferðaþjónustu og það er okkar von að henni verið komið á sem allra fyrst.